living. Halló! Já, heyrðu, ég datt af. Dottin af! Nei, ekki aftur! Þið takið bara allt og harkalega af stað alltaf. Ótrúlega gott dreifikefli allt land og myndu að skráði í frelsi í útlöndum. Heyrðu, ég datt af þessum safaribíl. Já. Ótrúlega gaman með símanum. Afsakið, hvað er að gera? Ég var að raða mjólkinni hérna inni. Það verið nýbúin að stafla í vélina, sko. Afsakið, tókstu mjólkina þaðan? Já. Ég var að raða henni. Ég var að raða þessu í. Þannig að ég vil ekki að setja taka þegar ég er nýbúin að raða í kæliðin, sko. Nú, og hvað hefur maður greið úr? Hvað hefur maður það? Það fæ ég lítið. Ha? Hver setti LGG hérna hjá bíómjólkinni? Hún á ekki heima þar, þið vitið það, jafnvel og ég. Maður er nýbúinn að raða þessu. Hvað segirðu? Og ekkert í þessu hólfum? Ég er náttúrulega nýbúinn að raða þessu öllu. Ha? Ég þú lítið samt að skilja mig, það er ekki mikill tilgangur fyrir mig að vera að raða alltaf í hilluna. Já, þá kom aftur einhvern tíma. Kom á hrifs, já, ég er bara nýbúinn að raða þessu. Fyrir ekki. Sérðu, ertu til að taka frekar hérna? Já. Og hún var bara 3 hérna, sko. Sérðu, ég er að reyna að halda þeim saman, sko. Oh, okay, I was just putting them in. So I'm gonna try to hold the stacks together. So don't take this one. Okay. I put this one on here. Then the last row will go out. Af því að þetta er 1,5 lítur og þetta er lítir. Já, nei, en af hverju verður það lítir dýrar en hér? Af því að hún er fitusprengdi meira í þessum. Hún er vandaðari. Þetta eru beljurnar frá Selfossi, þetta eru beljurnar frá Sauðárkróki. See, if you see it like this, it's not pretty. But if it's like this, you know, organized and clean, then it's better for the market. Look at this. This don't belong here, it belongs here. Hvað segirðu? Þessi mjólk er ódýrari í Bónus heldur en þessi. Það er ódýrari að kaupa þessa mjólk. Já, þá eru þeir ekki með Selfoss-skúna þar, sko. Það er alveg potið. Look at this. That's not organized? I know. People just take it. Maybe there should be a sign or something. No, this is common sense. Já, ég sendi það til. Þetta er miklu betri mjólk. En þeir voru alveg, ég var alveg hörð á þetta að vera saman mjólk. Þetta er ekki saman mjólkin, þetta er öðru í þessi belja. Þetta er ekki besti rjóminn, sko. Nú, sko ég ætla bara þunnan rjóma. Þessi, hann er stundum þunnur. Það er hann nýbúinn að vera sterkur fyllir í. Nei, ég er að fara að gera svona gúr með spænska tortillu og það vera þunnur rjómi í. Ég þori ekki að fara að gera tilraunir með særum. Gúrmið, þá er gúrmið. Það er langbest að vera bara með súrmjólk. Það er langþægilegast í þessu. Sko rjóminn settir í, þú halda ekki saman. Ég er ekki viss með súrmjólk. Jú, súrmjólkinn tekur sko og hún líkur. Æ, afsakið, ég var að ráða þessu, Og svo sér. Takk þetta. Hæ? Það er ekki takk þetta. Ég var að ráða þessu, sko. Það er náttúrulega tilgangslegt fyrir mig að vera að ráða alltaf í hilluna og svo kemur eitthvað lið og hrifsar þetta í burtu. Herri, ég tek súrmjólkina. Þú selur mér þetta. Býttu, hvað segir? Var þetta Nota súrmjólk í stæðan fyrir rjóma, segir það. Það er fínt. Þú getur fengið eitthvað annað. Nei. Jú, ég ræði þessu í gær. Já, ég má ekki fá það bara þetta. Getur ekki tekið eitthvað sem ég var að ræða í gær. Er það ómikils til ætlast? Það kem bara til. Ég er með miklu betri mjólk hérna bakvið. Hæ? Ég er með mjólk beint af spenanum hérna bakvið, ef þú vilt það. Beint af spenanum? Já. Hvað mennur það? Það er miklu hollari mjólk. Þú vilt ekki fá hana bara beint úr kúnni? Það er ekki miklu betra. Þú getur fengið miklu betra skyr en þetta. Já. Viltu ekki skyr.is? Krakkarnir elska þetta. Já, ég er enga krakkarnir. Ertu viss um það? Já, alveg viss. En með feskjum? Já, fínt. Hæ? Tek það, heldur. 3 svoleiðis? Nei, bara 1. 2 allana og 1 með bananasplitti. Og 2 þykkmjólk eða ekki. Svona fyrir krakkana. Viltu ekki jógúrt? Nei, ekki. Smá jógúrt. Nú er komið. Og 1 bíómjólk. Þetta er alltaf stór krakk í kerfinu. Nei, kerran tekur þetta ekki, sko. Og náttúrulega líka þegar eftir að setja fleiri vörur í, eða ekki? Getið aðstofað eitthvað? Nei, ég var bara að telja.
Hvað er til að taka mikið af mjólk? Allar þessar? Já. Það eru nú fleiri í búðinu en þú. Hvað segirðu? Má ég Pröfa. Að setja stón í hana? Ertu rugluð? Þetta er ekki til að vera gantast með, það myndi eyðileggja skerran. Sýrður, krím. Krím? Já. Milk cream? Já, sour cream. Milk. Oh, no, sýrður, sour cream. Oh, I work here, I help you. What? Jaha. Þessi fíbl. Þessi fíbl. Sagði ég væri fíbl. Oh, særður rjám. Ja, Særður rjómi. ja, sýrður. Oh, okay. Here's rjómi. Ja, oh, ja. Here's Ja, sýrður. Ja. sírður, yeah? Ja, good. Tack. Ja. You can't steal them. No. You have to pay. Ja. Yes, okay. It's a hidden camera, so I'm just messing with you. Ó, Og hún má, ég vinn ekkert hérna. þetta er ógeðslega ruggla. Ég er að gantast um hún er falið myndaðil hérna. Við erum aðeins að sprella í fólki, endilega að fá þér mjólk. Velkomin í park. Bjarni, get ég aðstoða? Velkomin í park. Ég er með rosalega góðan smekk, sko. Nei, þó ég segi sjálfur frá. Svo, sko, svona, með svona engill á þessu og vera brjóstarhaldralaus, það er alveg málið, sko. Það er ekki minn stæll. Eitthvað svona... Svolítið sexy, sko. Þessi er kannski fyrir mig bara. Já, ég held að... Nei, það er svo þröngur. Ég finnst þetta bara fullkominn bróðir. Ó já, þú. Þetta ert þú. Þetta er feitt fyrir brúðkaup. Þetta ert þú. Ertu að leita fyrir brúðkaup? Já. Ó, segja strax þetta. Kannski að maður geti rettað þér svona 5% afslætti? Já. Ef þú hafið það vel. Já, það er gúlliefni í þessu. Já, Það er ekki hægt að rífa þetta, valla hægt. Bítið hérna í 20 sekundur og ég mun fara með þig til himnaríkis. Bítið aðeins. Þetta er heitt í brúðkaupunum núna. Þetta er heitt í brúðkaup? Ekki holdara samt. Getur ekki annað sagt. Heaven is waiting, sko. Hvernig finnst þið þessi? Ég veit það ekki. Ha? Mér finnst það svolítið sættur, jú. Já, eða ekki? Ég finnst það passa ekki fyrir mig. Bein leið til himnaríkis. Já, ég veit. Í parki Kringlunni. Ég held að þetta sé óbarnað fyrir mig. Og barna, ó, fyrirgefðu. Guð, hvað ég veit skyrtuna fyrir þig. Vá. Aldrei of lítið, segi ég. Aldrei. Nei. Já, þessi myndi fara þér rosalega vel. Já. Park í Kringlunni sem góðu fötin fást. Kíktu endilega. Kíktu á okkur. Má sjá. En ég væri kannski ekki að leita að skyrtu. Nei, ef þú ert ekki að leita að skyrtu, þá er þessi skyrta að leita að þér. Það er málið. Þetta myndi æsa mig. Já, ég myndi vera alveg... Hæ, Sata, get ég aðstoða? Brá. Nei, ég held ekki bara. Segðu henni samt ég sé bara fíblast. Hann er bara fíblast. En get ég eitthvað aðstoða þig? Bara að fá að kíkja. Bara að skoða. Já. En hvaða lit ertu að leita? Tískulögga. Já, svona nett, takk. Tískulögga. Þetta æsir mig bara. Já. Bara að sjá skyrtuna, sko. Þakka fyrir. En hvernig finnst þér hérna? Þessi? Þú ert að leita bláum, eða ekki? Jú, ég er að leita blá. Ég vil nefnilega ekki vera hryggið út. Þú viltu ekki fá þér eitthvað? Nei. En þessi? Hvernig finnst þér hérna? Blátt, alveg eins og þú ert að leita. Við höfum bara gaman að því sem við erum að gera, þess vegna seljum við meira. Já, þú lætur bara vita. Geturðu komið og hjálpað mér? Varstu að kalla það? Nei. Þetta er svona svolítið töf. Svona eins og sér búin að gubba bláu. Já, það er alltaf snið. Já, veistu það ekki? Jú. Æðislegur. Ég fíla sem þetta ekki alveg. Ekki? Nei. Ok. En svona blá skyrta, verður þetta að vera blár bólur eða? Mér
Mér finnst þetta voða flott yfir pils, ég geti sleppt pilsinu það yfir höfuð, eða ekki? Já, ok, my badge, en þessi? Nei. Og ekki þessi hérna heldur? Lendir eitthvað í slagsmálum út á djamminu? Nei, ekki út. Það er ekki leiðilegt að vera með einu svona tá. Bara BOOM! Og sjá. Og ef ég finn eitthvað snautt, sko, þá læti ég vita og þú verður bara að sena hjálpa mér. Jú, ég ætla að tekka hans bakvið. Já. Og hvert ætlið þið? Ha? Já, mér er alveg sama. Ég kem þá bara með. Og vilt að þið berjið þig, eða? Ég held ég geti bara ekki sagt annað en þessi skotin ég er. Skil þig alveg. Býtu, fyrirgefðu, hvað segir þið? Ég skil þig alveg, varstu ekki að tala um mig? Nei, ég er að tala í sím. Well, if you don't like it, then go home. Sorry? If you don't like it, then go home. No. No, wait, I'm on the phone. Yeah? Og ætlar í Hagkaup, eða? Ætlar í Hagkaup? Fyrir mig? Verður til, ég er í símanum. Til ég að... Já, það er einhver kona að trufla mig hérna. Ætlar í Hagkaup, eða? Og hvað, ætlar að djamma á ballinu, eða? Hæ? Ætlar að djamma á ballinu? Ég talaði mig. Hvað segirðu? Ég talaði mig. Nei, ég er í símanum hérna. Fyrirgefðu, ég held að talaði mig. Já, það er einhver að trufla mig hérna. Og mér er nú bara alveg saman með ykkur. Já, þið komið þá bara. Já. Þið ráðið þið sjálfur. Og finnst þér hann sætur, eða? Mér fannst, hvað? Finnst þér hann sætur? Ég er að tala í símanum. Ekki vera að trufla mig. Hvað segið þið? Þú fekk áfall, sko. Þú Ég sagði held mér hún- alveg saman með ykkur. Já, ég held að ég var að tala við ykkur. Já. Ó, ég er í símanum. Ég bara þól ekki krakka, það er málið. Hún tekur það bara ekkert með. Já, en ekki nema hún vilji berja krakkan bara. Það er svo sem ekkert mál. What is your problem? Sorry? What is your problem? My problem? Yeah, I said, what's your problem? What do you mean? I'm on the phone. Yeah. Well, then come. I'm in the Kringla. No, there's no problem. Just come to the Kringla. Nei, ég segir svona, ég fyrir ekkert að lemja krakkan, en... Kannski tuska hans í hann, en með eitthvað læti. Nei, þú bara veist að ég þól ekki börn. What? I thought you talked to me. Talk to you. No, sorry. You talked on the telephone? Yeah, I was... Sorry. You just stand here and I thought you were talking to me, you know. I didn't Oh, understand asking you? Yeah. Oh, okay. So I was like, what? What my problem was? Okay. Just chilling. Okay. No problem. I'm sorry. No problem. Some misunderstanding. Yeah, just a misunderstanding. Og ætlar allt liðið á ball? Að ég mæti pottið, sko. Já, ekki spurning. And what, you don't like Iceland? Sorry? Are you speaking I said, to us? don't like Iceland. Well, yes, Iceland's lovely. What is it about it you don't like? No, we didn't say we don't like Iceland. No, I'm talking on the phone. Sorry. We thought you were talking to us. Oh, Because we're English and we love Iceland. oh, I'm talking to my friend. Oh, so you love Iceland? We're here on holiday. That's what I'm thinking. No, there's other people here that thought I was talking to them. Yeah, they're English too. Yeah. And they thought I was saying you don't like Iceland. Yeah. What does he like about Iceland? Yeah, see, it's a candid camera. See, so I was talking to you. Okay. Okay. Now I have to tell you something. Go on then. I work on a TV station called Pop TV. Yeah. And we're making a candid camera. Uh-huh. And I'm going up to people and I am talking to them. So see, if you see the camera, I was talking to you the whole time. You've been caught out. So I'm sorry. Okay. Herru, ég var samt aðtala við þig, sko, því við erum að gera smá hrekk hérna. Ég er frá sjónvarpsstöðinni Pop TV og við erum að taka falda myndavél, þannig að við varum aðeins að hrekkja.
Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í áskorun dagsins. Hún ekki að verri endanum í dag. Nú, ég staddur inn á einum umtalaðasta stað bæjarins. Þetta nektarstaðurinn Maxims. Áskorunin var sú, Sverrir, við fengum hann að senda í mailinu okkar 70min@poptv.is. Sverrir á að fara á strippstað og dansa. Og ég á strippstað og ég á bara eftir að dansa. Skulum taka þessa áskorun. Ég verð að viðurkenna það að ég hef nú gaman að öllu bulli. Þetta líklega erfiðasta sem ég hef gert. En áskorunin stóðst og... Er þetta að panta engadans? Engadans? Nei, það er búið að banna á. Nei, komdu niður. Komdu niður. Það er búið að banna á. Komdu. Komið þið sæl og velkomin í áskorun. Það eru margar áskoranirnar sem að berast okkur í gegnum mailið 70min@poptv.is og það eru jafn misjafnar og það eru margar. Flestar reyndar ganga út á það að við erum að hlaupa naktir eitthvað og helst að vera í nærbuxum og hella yfir okkur smurolíu. En það er mjög erfitt að framkvæma það. Hins vegar fekk ég mail á dögunum sem að hefur síðan skotið upp kollunum nokkrum sinnum og margoft hefur einhver af okkur verið hvattur til þess að gera þetta. En það er einmitt að nota Pepsi-dós og gera það sama og kallinn í Pepsi-auglýsingunni gerir þegar hann kemur í munkaklaustri. Ég er að fara að taka hérna mjög sársaukafulla áskorun, en leið er ég líka að vona að ég nái að leggja niður dósina því ég oft spáði í það hvort það væri mögulega hægt. Ég þorir þess ekki! Er ég aumingi? Ok, nú kemur þetta. Ég verð að standa.
Hittur hann ekki nógu vel, eða? Ég ætla að reyna aftur. Það er náttúrulega auðveldara núna fyrst hún er orðin beyglu, sko. Aðeins svo langt. Aðeins svo langt. Hún er ekki alveg að leggja saman, sko, og ég veit ekki, kannski er þetta bara ekki hægt, sko. Ég ætla ekki að fara núna í borðið, sko. Þetta var vont! Þetta var vont! Hún fór niður. Far? Já. Samt ekki svona, ekki þessu auglýsingunni. Nei, það kemur örugglega pottþétt aðeins á eftir. Þetta var áskorun kvöldsins. Ég skalla dós. Það hætti Pepsi-munkana í auglýsingunni. Náði henni ekki alveg niður. Það er greinilega einhver tölvugrafík í gangi í þessari auglýsingunni ef mann hafi æft sig mjög mikið, en ég efast það því að þetta var sárt. Næsta áskorun fer á sveppa, þannig að nú sendið okkur áskorun á 70min@poptv.is og það má alveg verða pínu sársaukafullt. Takk fyrir mig. Búið að skvetta einhver ennið þér? Nei. Jú, það er eins og sé búið að mála það. Hérna? Já, nutta hans fastar. Hver skrifaði þetta á þig? Það veit ég. Hann var allan ekki fyndinn. Hann var allan ekki sniðugur sá. Fyrirgeðu, þú ert með eitthvað drasl á höfðinu? Þú ert með eitthvað hérna, varstu að borða eitthvað eða? Ís. Nei, þetta er meira svona eins og, ég veit það ekki, það er geðveik sósa hérna. Já, þetta látum við vita. Ok, bye bye. Þú ert með eitthvað klíning hérna í hárinu? Hinum meginn? Alveg ofan á? Hinum meginn? Hvað, þú ert með eitthvað hór? Hór í nefn? Ói. Já, nei, það er hór þarna undir nefnaður. Ég get svo, mamma hlýtur að sjá það. Það er svona, fara aðeins meir í hárinn. Ég ætti lægi með þig. Heyrðu fyrirgeðu, ertu með eins og þú sett með eitthvað hór hérna á kinninni? Ég var að borða. Varstu að borða? Eins og það. Hvar? Svona, með svona. Já, ég er með það hérna. Þurrkaði bara jakkan. Hvað er þetta? Já, það getur við, ég var... Einhver skítur. Fyrirgeðu, þú ert með eitthvað hór. Með eitthvað hór hérna undir nebban. Eitthvað hór hérna á kinninni eitthvað? Hór? Nei, kannski ekki. Þú vill ekki vera leðileg, þú ert með varalit alveg upp á kinn. Já, hjálpa þér, þurrka. Þetta fór næst í ykkur. Einhver klíning? Já. Þegar þú ert með hérna, þú ert með eitthvað hór hérna á nefnum. Já, veistu að við erum svo gott að geyma hérna. Ok, það hefði nú mátt vera búin að segja þér að stelpuna. Hór og nefinaður hérna. Vel, Já. Það er bara, það er óná eiginlega. Fyrirgeðu. Það er svo lafi hefði súkkulaði úr gleraugunum. Þarna. Já. Það kom inn á kinn, sko. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Nei, það er svona klessa, sko. Það hefur hangið á gleraugunum og komið alveg, já, það er komið alveg hérna niður núna. Hórkökul hérna. Hann er komin upp á nefið. Gengur ekki að svona sæt kona sé að ganga með eitthvað súkkulaði í kinninni. Ha? Já. Oh, you have some booger in your nose or something. Thanks. It's like a brain coming out of your head. Fyrirgeðu. Þú ert með eitthvað hór í nefnum.
Það komið alveg upp undir auga bara. Þú ert með eitthvað í nebbann? Eitthvað stort með hóla? Ég ætla bara að láta þitt. Ekkert mál. Takk fyrir. Já, komið sæl og verið velkomin í íþróttamót hér í 70 mínútum. Við erum staddir í Sundhöll Reykjavíkur og það með Íslandsmeistara og íþróttamanni ársins fyrirhuggandi í sundi. Það er Örn Arnarsson, blessaður. Já, blessaður. Herðu, þú ætlar að dæma okkur meistarana hér í sundkeppni. Jú, ég ætla að dæmi bæði og tek tíma, þannig að það verður undir mér komið en eitthvað vinnur. Já, það verður undir þér komið. En af því að þú ert nú meistarana í þessari grein á Íslandi, hvaða sundi eigum við að keppi hérna? Hvernig eigum við að hafa þetta? Þetta verður 100 metra fjórsund. Það er sem sagt ein leið á hverju sundi. Byrja á flugsundi, svo baksund, bringusund og skriðsund. Ok. Hvernig ertu í flugsundinu, veitu? Ég kann ekki eins og flugsund held ég, en ég ætla að reyna. Jú, þetta bregist. Baksund? Það er ekkert mál. Nei. Ég kem sterkur til leiks. Eins og við sjáum það er rosalega hlýtt hér í Sundhöll Reykjavíkur, en ég held að það sé ekki eftir neina að bíða. Við skulum bara byrja í fjórsundi og Öddi, þú ert yngstur, þú byrjar. Ok. Stappið því, strákur! Það var það bara að fara úr stuðbuxunum. Nei, hvað? Takk fyrir stöð. Þetta er flugsundi hans! Ertu auðmingi? Þegiðu! Sýndu, manneska! Góð! Og baksund? Það er að lappa. Hættu? Þetta er kynþokkaföllum! Syndu! Ertu ekki syndu? Nei. Þú ert 1,5 eftir hérna. Þegiðu, ég er á tíma hérna. Það þarf að breyta eitthvað þessu reglum, sko. Ég hef líka í vestan. Halda áfram. Þegiðu það. Þetta er auðvitað. Ertu hættur? Nei, ég er ekkert hættur. Sittu bara yfir og baka. Þetta getur við. Já, þetta er mjög kvenlegt. Ekki með hausinn onni, ekki bleita hárið. Ok, tími! 38, 37. Þarna þekk ég! Hvað segirðu? Tími? 38, 37, fyrsti tími. 38, 37. 4 sinnum 100, var þetta 4 sinnum 100 metrar eða 4 sinnum 600 metrar? Ég vissi að hann myndi há mér á loðin, sko. Það er 100 metrar 400. Þegar maður syndir bringusund, þá fer maður með hausinn. Þegið! Farðu bara saman þig. Veistu hvað Íslandsmetið er? Ef mig grunnar Örn nei, ja? Já, hvað er það? Það er 55,38 sem. Í þessum fjórum öllum.
04.59. Þetta er erfitt maður. Það það sem er. Þetta er hrikalega erfitt. Okay. Já, tíminn til þess að slá er 2 mínútur 04 eitthvað. 3:30 á öðru. Það sundar á Egilsstöðum. Tvær 0:50. Hvernig fór þetta? Þetta er semst Simmi er fyrsta sæti, Sveppi var annar og já, þú endaðir dálítið langt á eftir. Og hvað, er þá tekið inn í stíl og allt? Í rauninni er þetta keppni tíma en ef keppni stíl er tekin líka þá eru Sveppi og Simmi mjög jafnir á stíl og þú komst þarna aðeins á eftir. Menn verður náttúrulega að vera syndir þegar þeir fara út í svona laug. Ég kann að synda. Nei. Ok, ég get bjargað mér. Já, akkurat, þú getur bjargað. En þetta, þarna kemur hún enda champion, ég verður óskam til hamingju. Rauði hvalurinn. Til hamingju, Simmi. Til hamingju. Takk. Þú tókst með 4 sekúndur. Já. 4 sekúndur í sundir eins og heil vika í pólitík. Kom mér á óvart hvað við verum góðir sundmenn. Við? Þú tókst að simma þetta. Þegar eins. Þetta var bara mjög frambærilegt að minnstu hjá þeim tveim. Það var með leiðindi bara. Herðu, þetta var íþróttamót 70 mínútna. Af því að nú hefur maður upplifað hvað þetta er erfitt. Hver er lykillinn? Er það öndunin? Já, bæði öndun og svo er þetta líka bara tækni. Þetta er náttúrulega rosalega mikið samvinna allra vöðva, mest allra vöðva í líkamannum, þannig að þetta er rosalega mikið bara tækni. Þeir voru einmitt að vinna móti ykkur með öðrum hjá mér, ég fann það. Það var eitthvað svona samkeppni. Nú samsvaraði ég mér ekkert rosalega vel. Hvað þarf ég að gera til þess að vera sundmaður? Grennast. Já, sjálfur sér ekki sko, bara synda almennilega. Alltaf málið það að fitan flýtur vöðvarnir ekki, þannig að hann þarf ekkert að grenna synda alltaf mikið. Já, þarna veitum við okkur að Simmi vann. Nú veit ég okkur að Simmi og Sveppi voru svona öflugir því að fitan flýtur, kallið minn. En hvað, vöðvarnir? Þetta var íþróttamót 70 mínútna, við þökkum Erni Kjalla fyrir aðstofuna. Sjáumst eftir viku. You play basketball? Yeah, I play basketball. And you guys shoot and, you know, everything going just then, you know. Yeah, everything was going our way. First, we started off kind of slow. Helker was coming out shooting good from the three-point range. And we had to pick it up on defense. Stevie come out playing good, so... You one time shoot and no score. I know, sometimes I didn't score at all, but, you know, our team came together, and that's how we won this game today. Men gathered. Man gathered? What that mean? When? We came together at the end of the third, the beginning of the fourth. When you sometimes shoot and you know nothing where it goes, you know. Right, just shoot it and I don't know where the ball goes. Yeah, sometimes. But so you came and then you did it and made it. Yes, I shot it and made it when I shot the ball. I tried the best I can do, you know, so when I shot it, I just made it. Yeah, and you guys win, so it matters sometimes, yes. Yeah. Yeah, so you were, fine then. Yeah, we was fine. We just came together, so I'm happy for my team. If I couldn't do it without my team, we wouldn't be here right now. What a rope? What about it? The rope? Yeah, when you do the rope. The rope? What's the rope? You have rope. My headband. This is my good luck headband. Oh. I got it from my family back home, so I wear it every game. Just sometimes when you shoot, it goes in front of your eyes and you can see. It goes like that sometimes, but I saw it. I get it out my face, so it's cool. Yeah, but you still win, so no matter something. Yeah, we always do that. Okay, do you many points? I don't know how many points I had, but you know, it's my teammates that helped me. My teammates right here, like number 15, the Big Mick.
My boy right here. Yeah. Without him, we couldn't have did it. Without Kitty. Don't listen to him. Why do we not listen to you? Why does he say it? He's just a friend of mine. Just a good friend. Doesn't he like it? Yeah, we're always joking around. He told us not to listen to you. Do you not tell the truth? Yeah, I tell the truth. We just joke. That's a little joke right there, you know. What's joke? What's it mean by joke? It's just a little joke we talk about. Don't listen to him. I joke around all the time. That's all. Oh, so I listen to you? Yeah, listen to me. Yeah. Okay. Yeah. Hey, well then, something, yeah, and great. Yeah, it was a great game. Yeah. It was great. Thanks, man. Congratulations. Thanks, man. Já, gott kvöld, góðu gestir. Það er komið tíma á áskorun kvöldsins. Áskorun kvöldsins er á Audda. Já. En samt finnst mér einhvern veginn eins og þetta sé miklu meira áskorun á mig. Þar sem að áskorun kvöldsins er að Auddi á að synda með mig björgunarsund. Já, ég á að bjarga þér úr djúpulauginu. Þú átt bara að liggja máttlaus og ég á að koma að bjarga þér. Þannig að ég líti á þetta sem miklu meiri áskorun á mig hvort að ég þora að reyna að láta Audda bjarga mig því að hann er ekki mikill sundmaður. Og við skulum kíkja á síðast þegar við vorum í sundi hvernig Auddi stóð sig. Já, ég sjáu það að þetta er ekki alveg nógu treystvíkjandi en Krakka þeir sem eru að horfa, svona lítið út eftir nokkur árið skrópið alltaf í sundi eins og ég gerði, þannig að ég myndi sleppa þið. En ég held að Auddi taki áskoruninni og ég skal taka þessari hættulegu áskorun og láta Audda bjarga mér úr djúpulauginni. Vindum okkur í þetta? Kíkjum í þetta. Jæja, við erum ennþá hérna að bíða í djúpulauginni, Auddi er á leiðinni. Rétt á komin. Ok. Það komið báðir upp. Já. Komið inn. Liggi ekki í botninum? Já, þú ert að liggja og þú verður að vera alveg máttlaus. Okay. Ég held að verður að vera alvöru björgun. Ég ligg sem sagt hérna á botninum og Auddi ætlar svo að koma eins og strandur og bjarga mér. Þú ferð bara, liggur máttlaus á botninum og ég kem og ég bjarga þér. Þú verður að vera fljótur, ég ætla ekki að drukkna í alvörinni. Já, og ég get líka sagt ykkur það, ef ég get bjargað Simma, þá get ég rauninni bjargað tveim því hann er á við tvo. Simmi, þú er að vera þarna dálítið út í laug. Já, mátt ekki vera með bakkann. Ok. Auddi, farð þú upp á stökkbretti 1 þarna? Ég er með þetta alveg undir kontról. Farðu bara á það niður. Farðu bara að mynda þig. Ok, tilbúin. Já, farðu til högg. 1, 2 og... Oh my god, nei, ég sé mann vera að drukna þarna á botninum. Þú voru að fara niður? Þú voru aðeins fljótari, ég hef búið með lofti. Ég þarf að blása öllu frá mig til að sökka á botnin, sko. Þannig að þú voru að vera fljótari, ertu bara tilbúin, svo fyrir ég. Ég til. Saffar þú til? Já, það er allt hérna. Ok, það er allt rétt í. Önnur tilraun. Simmi, botnum. Ekki reyna þetta heima. Ekki fá þetta til að reyna að bjarga ykkur. Þetta er stórhættur. Það er ekkert svona, á botninu, ég er að fara að bjarga þér strákur. Ok. Og gjör svo vel. Guð minn góður, það drengur að drukna hana! Þú ert svo þungur, maður. Þú ert svo þungur, maður. Ég gat ekkert hjálpa þér. Þetta var nú bara svo að bjarga bát, Simmi minn. Bjarga bát? Ég gat ekkert... Sérðu, þú ert hérna og leggur svona, svo heldur hérna, vinnur með fótunum og heldur hausnum uppi. Ok, gef mér aðra tíma. Ég andi ekki með bakinu sem okkur höfrungur. Maður sé að leggst aðeins. Leggst aðeins, gef mér aðra tíma. Kirkja mig samt. Nei, þú heldur svona, hérna. Ég veit það. Svona, hallar höfðinu svona upp. Þarna! Þarna! Þetta er ekki hægt, sko, þú ert svo þungur. Þetta er það gott! Jæja, ég reyndi allan að bjarga Simma. Sumum mönnum er bara ekki bjargandi. Það er nú bara þannig. Þetta var hérna áskorun kvöldsins.
á mig að komið að sveppa. Þannig að þú klikkaðir sem sagt? Já, það má svona segja það, ég hef ekki... Þú stóðst ekki áskorunina? Nei, ég náði ekki að bjarga þér. Nei, en þú ert líka næsta áskorun. Já, sendið þið bara eins og þið viljið, en það er komið að sveppa. Takk fyrir okkur. Hvernig stóður okkur? Ekki séns. Það er nú bara leiktuð þarna í lauginni, þar sem að hún eldur upp á bringu. Það er engum hætt að vera í bringu hérna í djúpulauginu. Jæja, ekki það. Alveg, ég er að drepast í nefunu. Veistu hvað þetta er vont? Ok, ég kann kannski ekki að synda, hvernig veistu þetta? Marvar er dauðans, kallinn. Pizzan. Hvað segirðu? Ég pantaði einhver pizzu. Felamörk 60. Hvar finn... Er það hér? Já, bara ég var ekki að panta pizzu. Í Felamörk 60? Ég pantaði... Hvað var að panta? Hvað heitir þú? Ég heiti Gitana. Gitana, já, það stendur hérna Felamörk 60. Ég náttúrulega myndi ekki vera að fara að dæla pizzamannum og það er panta, sko. Já, nei, ég pantaði ekki, sko. Og ertu þá bara að segja að ég sé þá að búa þetta til, eða? Ég get ekki sagt annað, já. Á mínu bæði til að segja þetta svo til. Getur ekki tekið pizzu, getur ekki strákarnir fengið sér bara pizzu? Má sjá mig það núna, hver skrifa þetta? Getur ekki strákarnir bara fengið sér pizzu? Það er 17 bara. Ég ekki panta pizzu. Varstu ekki að panta pizzu? Er ég á villum stað? Er þetta ekki Heiðmark 39? Jú. Og heitir þú Elías? Ég heiti Elías. Þá er ég á réttum stað. Tek ekki þátt í þessu skrípaleik hérna. Opniði, ég veit þér ama. Ætlar ekki að kaupa pizzu? Nei, ég er ekki að kaupa pizzu, það ég var ekkert að panta. Hver símanúmer ringdi? Ok, maður ásamt ekki að panta og ætlar ekki að kaupa, sko. Ég veit alveg nákvæmlega að ég panta ekki pizzu, ég kaupur ekki, bara ég veit alveg nákvæmlega. Ég var ekkert að panta þetta pizzu. Hvað heitir þið? Hver er að panta? Stefania stendur hér. Hver er það? Já. Ég heiti Stefania, ég hef ekki panta pizzu. Er þetta, númer hvað er þetta? 8. Já, þá er það hérna. Og heitir þú Stefania? Ég var ekki að panta hérna pizzu, þannig að það bara getur ekki verið ég. Þetta er nú fyrsta kvöldið mitt og ég nenni nú ekki að standa í eitthvað svona, þú er allan að borga. Nei, ég fer ekki, sko. Heyrðu, Já. við höfum ekki panta pizzu. Nei, mér finnst bara skrítið að við þetta er Hvermörk 8 og þú heitir Stefania. Það er eftirnafn á þessari Stefáníu, þá? Það var ekki sett, þetta er bara pantað á Stefáníu. Þetta er nú ekki það stór bæri hérna að fólk verður að ganga eftirnafni. Já, ég hef ekki panta pizzu, þannig að þetta er ekki handa okkur. Nei, þetta er 1700. 1780. Þú mátt ekki, þú veist, bara Bara hvað? Þú segir mér að ég á að kaupa pizzu, við hvað pizza þetta er? Við hverjum? Með pepperoni Með pepperoni? og ananas. Með pepperoni og ananas? Já. Sorry, ég borði bara bacon og sveppi. Bacon og sveppi? Af hverju þú að panta með pepperoni og ananas eða þú vilt bacon og sveppi? Nei, ég veist það, ég borði aldrei með pepperoni og ananas. En varstu að panta með því? Nei, ég pantar ekki, ég var að segja, ég borði bara svoleiðis. Nú, hver er ég ekki á réttum staðið eða? Númer hvað er húsið? 63. Já, þá er þetta hár réttu staður. Já, nei, ég hef ekki pantað hérna pizzu, ég get alveg svarið það. Getur ekki keypt hana þá allan? Með alla fiskinn og allt í... Ég finnst ég nú komin með hana. Nei. Getur ekki allan að tekja þess og ég þurfi ekki að vera að fara með þetta aftur niður eftir. Við tökum ekki pizzu sem við hefum ekki pantað, hvað er þetta? En ég minna Stefania og... Já, farðu bara með þetta niður aftur og Ég tekka fer ekkert með þetta niður eins og Eilif að þið voru að það hefur ekki einhver pantabóla eða eitthvað nafni eða eitthvað. Nei, hvurslags er þetta? Er að segja að þetta sé mér að kenna það? Ekki okkur að kenna, við hefum ekki pantað hérna pizzu. Nei, ég minna það er verið að segja mér að koma Hvermörk 8 á Stefania, þá náttúrulega fer ég með pizzuna þanga. Þetta eru 1790. Já, ég er bara með fisk og alla græjur í ofninum og... Ákveður þú að pantaði pizzu? Ég panta ekki pizzu. Getur enginn að panta, er enginn sem að geta hringt á þínu nafn? Nú hringi ég bara mjög. Þú þarf ekki að hringja. Þetta er ekki dónaskap, ég byttu, herru, fyrirgefðu, kotta eins, ég ætla ekki að vera með dónaskap. Nú, hvað er þetta? Nú, þá er ég á réttum stað. Nei. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún. Ég er eitthvað svo gaffan. Já, ég stend ekki svoleiðis í rúmi, Nei. Nei, ég er svo svarið það. Ég var að borga Jónakvít. Ég meina, ég var ekki að panta pizzu. Þetta er ekkert vitleys í okkar kerfi, sko. Þegar það myndi ekki koma þá þetta heimili, sko. Ég meina, það er einhver að skýta á sig, sko. Ok, ég skal láta hafa þetta 1200 fyrst það er ekki uppáhalds áleggið þetta á þessu. Veistu það, ég Já. pantar ekki þessi pizzu. 1000 kall þá. Skal láta á 1000. Farðu með pizza 67 cent og... Ekki það vera panta og vilt ekki kaupa.
Ég pantar ekki pizzu. Pantar ekki pizzu? Nei. Nei, þú ætti ekki að panta og þú ætlar ekki að kaupa pizzu. Já, ég panta aldrei pizzu. Nú lít ég bara eins og aul út, skilur. Ég er að koma hérna með pizzu. Já, þú segir mér þetta, ég lítur eins og aul út. Lít ég út eins og auli? Þú segir ég lítur eins og aul út, ha? Já, af því þú ert að panta og ætlar ekki að kaupa. Nei, ég pantar ekki pizzu og lát mig vera í friði. Er þetta Heiðmörk 76? Já. Þá er þetta hérna. Nei, það var engin pant að gera. Ertu viss með það? Já, við erum Hæ? Já, við erum... Varst þú að panta það? Nei. Það náttúrulega gengur ekki eitthvað svona skrifbarleiki, sko. Býttu, hvað ertu að tala um? Hvað? Að vera að panta pizzur eitthvað og ekki... Heyrðu, ég ætla að byrja þig, veistu hvað... Hvað ertu að tala? Þetta er eitthvað djók. Nei, ég er bara ekki... Er það alveg myndavél eða hvað er það? Hann er á bílnum? Nú er hann á bílnum, þetta já. Fyrst afsökun, ónað. Ok. Hann hætti í grasinu. Já, ok. Ok. Sérðu það, Sofí? Já, ok, takk. Ok, bye. Við erum búin að Ég er búinn að segja, þú varst grínast með mér. Góð kvöld, góðu gestur og verið hjartanlega velkomin í Áskorun. Ég, Sverrir Sverrisson, þarf að taka Áskorun dagsins. Ég er staddur í Quest í Kringlunni og það er hárgreiðslustofa og klippara. Ég er búinn að fá svona kannski 500 áskoranir að klippa á mér hárið, raka á mér skalla, slétta úr hárinu, raka á mér hanakamp, brenna á mér hárið. Það er svona ýmislegt sem að fólki hefur dottið í hug. En ég ætla að taka 2 áskoranir. Ég ætla meðal annars að slétta það og raka á mig skalla. Fyrir ykkur sem að vildu sjá mig með sítt að aftan, slétt og skalla, allt saman í eitt, þá er það svona. Mér líður eins og herra Ísland. Já, þá er þessari áskorun lokið. Ég er búinn að raka mig skalla og slétta úr krullunum og þetta lítur svona út. Dálítið svona Jennifer Aniston feelingur hérna. Og sléttað aftan. Og viti menn, hálft kíló af krullum í poka. Já, maður fer aldrei tómhentur heim úr Kringlunni. Næsta áskorun er á Auðun Blöndal. Verið sæl. Við fríkum úti með Iceland Express og Dominos. Fríka út, Já, þó ég sé í spariskóm, þá er ég samt í jólasveinn. Komið sæl og velkomin í Fríka úti. Við erum enn staddir hér á Strikinu hjá Sveppi og það komið að hrekkja danan aðeins meira því að ég ætla að leika jólasveinn, fara upp að foreldrum og rukka fyrir það. Ég ætla að reyna að hitta einhverja krakka og ég vil ekki bara segja að ég sé mjög leiðilegu jólasveinn á Strikinu. Er ekki góð skýring, Sveppi? Mjög góð. Mjög góð. En allavega það kom að því að hrekkja þessa dani og við skulum bara byrja. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Hey! Gleðileg jól! Do you speak English? It's my job. You have to pay me for being Santa.
Gleðileg jól! Lífmóði. Are you gonna pay me? Hva? I need, the kid can't hear it. I need 10 krónur for this. Ho, ho, ho! Nej. 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 Ha, gleðileg jól. Okay, vänta. Are you the kid's father? Yeah. Okay, I need to charge you 10 krónur. Why? For being Santa. You are a joke. Joke? Oh. You're going to be married. It's my job. Oh, crazy! Oh! Vad vill du ha för julen? Jul? This is my job, to be Santa. I need money. Do you have money? Nej, keinem. Sozialhilfe. This is no charity case for me. I need... the kid. Don't you have any money? It's my job. Yeah. Oh! Money? Nej. I need money. Nej. Vad gammal är du? 5 år. 5 år? Okay, do you have money to pay me for this? No, I don't have any cash. I don't do this for free. I need 20 kronor. Ho! Money. I need... Huh? No. Hey! Pengar! I don't want to ruin the kids' Christmas, but I need money for do what I do. Then maybe you should ask before you did it. Trúið þið á jólasveinin? Já. Hvað langar þið í jólagjöf? Ég lága fram með 9 dúkkur. Gleðileg jól! Här har du gummibamse! Can you pay for this service? For what service? For being Santa Claus. Ho, ho, ho! I don't have any money. We have to go and get into the bank. You owe me 50 kronor. Yeah. Oh! No. Do you have any? No, I don't have any. And no money? No. I have to go to the bank. I don't have any money right now. Okay, can I come with you to the bank? No. No? Oh, yes. If you pay me 30 kronor, I'll be a Santa for your kid. Ho, ho! I'll do it very well, I promise you. Ho, ho, ho! Okay, 20 kronor. Nope. No? Nope. Do you speak English? Yeah. Can I talk to your dad? Yeah, come. Oh, vänta! No? What's up? For 10 kronor. Yeah. I'll be the best Santa Claus you've ever seen for this kid. Okay? I'll be very good with him. Okay? No. Don't you want a good Santa for your kid? No. Oh, ho! Have you ever heard of English Santa Claus? He wears spider shoes, so sorry. Vad gammal är du? 6! Hi! Hey, do you speak English? Yeah. If you want me to talk a little longer with her, you have to pay me. Yeah. Hey! 10 kronor and I'll be the best Santa you've ever seen. Don't buy this! Ask Santa for this in your shoe! Gleðileg jól! Gleðileg jól! Just put your shoe in the window and I will give you! Ho, ho, ho! Jag kommer från Island. Island, julesvin. Icelandic Santa Claus, my man. 50 kronor and I'll be going. No, I talked to the kid, you pay? Yes. It's a candid camera. I'm sorry. It's a candid camera. Hey. Frika út, hey! Frika út, hey! Frika út, hey! Frika út, hey! Við fríkum úti með Iceland Express og Dominos. Hey! Frika út, hey! Já, gott kvöld og verið hjartanlega velkomin í Truflun. Við erum staddir hér upp í Norðurljósum, ég og Sveppi.
á mánudagskvöldi. Klukkan núna rétt rúmlega 8 að kvöldi til og það er komið að því að trufla. Við ætlum að trufla þáttinn Lífsaugað með honum Þórhalli Miðli og hvað er hjá Þórhalli þegar hann er með þáttinn sinn Sveppi? Það eru draugar. Það er rétt. Þess vegna er ég tilbúinn sem draugur og ég ætla að trufla sem draugur. Að fara úr búningnum í smá tíma, Sveppi. Já, gerðu það. Þannig að fólk fatt ekki. Svona, þá skulum við koma fram, þetta inn í stúdíó 1. Þetta er fólki sem eru í salnum hjá honum. Þannig að við þurfum að bíða í svona 10 mínútur í viðbót, ok? Það er mig aftur inn. Jæja, það eru allir komnir inn. Það er komið, það stendur þarna upptaka, þannig að þau eru alveg að byrja. Ég er kominn með truflunarfiðringinn. Þetta er svona fiðringur sem er ekki hægt að lýsa nema þau prófið að trufla eitthvað. Þeir eru víst byrjar að taka upp og Sveppi ætlum svona aðeins að bíða. Kom okkur svona að leyfa að byrja. Þeir eru að bíða eftir að Þórhallur fari inn. Já, ok, það er verið að bíða eftir að Þórhallur komi inn. Það er búið að hita upp lið og eitthvað og draugarnir fara víst alveg að koma og Þórhallur líka. Ok, jæja, hann er kominn inn. Hann er kominn inn. Hann er rosalegur núna. Ég sé dautt fólk labba eins og venjulegt fólk. Truflun, gott að segja. Jæja, já, bara tekið vel í strákana. Við varum bara hot. Fólkið bara fagnaði. Alltaf þetta var truflun sem heppnaðist bara vel, tekið ágætlega í hana. Ég þakka kærlega fyrir mig. Fljóttur, það er einhver að koma? Já, komið sæl og velkomin í áskorun. Það var skorað á mig og þá voru engir aðrir en hafi komað til þín. Það hefur verið hérna bara. Já, blessaður. Maður kann eitthvað ekki ennþá. Áskorun barst frá starfsfólki Bjarkar þar sem við erum staddir og áskorunin er einföld. Ég á að sýna æfingar, eða gólfæfingar og það bara með borða líka. Æfingar með borða og ég tek þessari áskorun og vind mér í verkið. Komiði með mér. Tónlist! Gjörðu svo vel! Hraðar! Þessi borð er bara fyrir.
Og ráðað! Þetta er ekki hægt. Þetta var æðislegt. Hún spilar alltaf hratt. Þetta er bara vitleysa, sko. Herra, ég tók allavega, ég get ekki andað. Ég tók allavega þessari áskorun og ég þakka fyrir mig. Bye. Ég vil þetta mikið vitleysa. Já, þið kannski fylgist með Pétri Jóhann Sigfússyni gera æfingar með borða. Þá var það náttúrulega fyrir neðan allar hellur og ég verð að viðurkenna að það kitlar mig dálítið að sýna ykkur hvernig á að gera æfingar með borða. En þú ætlar að taka þessar áskorun? Já, mér langar að prófa. Áskorun frá sjálfum þér? Áskorun frá sjálfum mér, af því að ég veit að ég er gamall fimleikamaður og hef áhuga á gólfæfingum með borða. Ég tel þetta að vera öllu betri tækni en rífur í. Áskorun frá sjálfum mér. Eitt í lokin, taktu nú eitt stökk hérna, fett. Ha? Eina fettu? Já, eina fettu. Já, ok. Og eitt kottnís, þá ertu sloppinn. Þetta var svo fallegt hjá þér að ég var bara... Kottnís og fetta? Já. Bara fyrir þig. Ok. Fríka út, hei, hei, fríka út, hei, hei, fríka út, hei, hei, fríka út, hei. Við fríkum úti með Iceland Express og Dominos. Hei, hei, fríka út, hei, hei. Já, komið sæl og velkomin í Fríkað úti. Það er komið að því að fíblast í Dananum. Við strákarnir ætlum að fara að reyna við kvenfólk. Við ætlum að taka sem sagt viðtal við stúlku, eða viðtöl við stúlkur og fara svo að reyna við þær. Við skulum athuga hvernig það gengur. Hello. Hi. What's your name? I'm Cindy. Cindy? Yeah. Have you lived in Denmark all your life? Yeah. Where are you from in Denmark? Copenhagen? It's a bit outside Copenhagen, but it's called Virum. Have anyone told you that you look beautiful? Someone, yeah. Yeah, because you do. Thank you. Your eyes are melting me. Oh, maybe it's a little bit cheaper in Europe. Cheaper in Europe than in Denmark? I think. You sexy goddess. You are, you little bird. You got very beautiful eyes. Thank you. They are brown. Yes. But do you buy sexy underwear sometimes? Not really, no. So you're not wearing sexy underwear now? Not really, no. So, what's okay? Your lips are making, I don't know. Oh, hug. Yes. Crazy thing. Oh, it was warm. What countries have you gone to? I have been in Luxembourg, in Belgium, in I want to eat you like shrimp. France? Yes. I've been... Your lips are very beautiful when you're talking. Thank you. Yes, I've been in Sweden, Norway, Ireland, Britain, Scotland. Iceland? No, not Iceland. Do you know something about Iceland? Not very much. Nothing?
Your eyes, I don't want to interrupt you, but your eyes, they look so beautiful. Okay, thank you. Have you ever been to Iceland? Never, and I find it very expensive because I have... You sexy animal. What? Have you ever been to Iceland? No. Yeah, I've been in Greece and Greece, Italy. yeah? What are you doing? Just vacation. What are you doing afterwards? I'm going to meet somebody now. Are you going to meet somebody? Yeah. Do you think it's possible if we could meet together or something? I don't know. How long are you here? For a couple of months. I'm doing nothing, I think. Nothing, so it may be possible. Yeah, maybe. Maybe. Yeah. Where to Europe have you gone? France, Spain. France? Yeah. Huh? Do you like France kissing? Well, yeah. Oh yeah, you dirty dog. Excuse me for asking, but what kind of perfume do you use? Chloe. Is it? No, not the one I'm wearing today. It's No. You smell very, very good. Oh, thank you. You also have very, very beautiful eyes. Is this your real voice? Yes. Your voice is making my body extremely hot. But Which kind of a program is this? It's just it's a traveling TV. 70 minutes. Okay. 70 minutes. It's a program. It's like 60 minutes, but a little bit longer. You did, you cute model. I want to get on you and ride you like a paperback rider. I don't think so. Yeah, Pop TV from Iceland. You gorgeous bird. What, you sexy little thing? Come here. Okay, so you've never been to Iceland? No, but I want to. If you come to Iceland, you can visit me sometime or something? Yeah. Okay. Yes. Have you traveled around Europe? Yes, I've been in East Europe this summer. Okay, what countries did you visit? You sexy bird. In Germany and Czechoslovakia. I don't want to interrupt you, but your voice, it's so relaxing that you're melting my heart. Okay. And Ungarn. Which country of the European countries did you like the most? Spain. Spain, you little crazy chick. You like that, don't you, when I talk dirty to you? You like it? Oh yeah, you like it. I can see it in your eyes. And I don't know. I don't want to tell you what I'm thinking right now. You're doing a television show. Yeah. Thank you. It's okay. Yes. Okay. A big hug too. Yeah, of course. Very good. Tremendous. Thank you. Iceland Express og Dominos, við fríkum úti með þeim hjá EX fannst fullt sterilt að vera með þessi basic skilaboð. Þeir voru hrifnir. Nei, herru, ég að lesa eitthvað kolvillust hérna. Hvernig vélar þetta sem eru með þarna hjá Iceland Express? Express flugvélarnar hjá Iceland Express á express.is. Já, komið sæl og verið velkomin í nýjan dagskrárlið sem heitir Blaðamannafundur. Í dag blaðamannafundur rannsóknarsjóðs í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu, þriðjudaginn 2. mars klukkan 14, klukkan núna 2. Tilefnið fyrsta úthlun rannsóknarsjóðs sem var til með sameiningu vísindasjóðs og tæknisjóðs. Mjög gott. Já, þetta hljómar áhugavert og við ætlum að kíkja á þennan blaðamannafund við Pétur. Já, ég ætla svona að veita þér bara móralískan stuðning. Já, það var alveg komið tíma á Pop TV, við fengið að fara á einhvern blaðamannafund. Okkur var reyndar ekki boðið, en ég náði í þessar upplýsingar. Jæja, við erum komnir inn í hús og það styttist í þennan blaðamannafund. Já. Er hann byrjaður? Herru, við skulum bara vinda okkur inn. Jæja, við erum komin með svona bækling eins og hinir og ég held að þetta verði nú ekkert gríðarlega spennandi sko fundur. Blaðamannafundur. Úthlutun og rannsóknarsjóði 2004, öndvegisverkefnis og rannsóknarstöðustyrkir. Og svo eru hérna með ný efni til geymslu á vetni, leit byggð á nanotækni og tölvuútreikningum. Já, þetta getur orðið skemmtilegur og fróðlegur blaðamannafundur. Við skulum sjá til hvernig þetta verður. Er þetta þinn fyrsti blaðamannafundur? Fyrsti? Já. Nei, af hverju? Nei, fyrir okkar.
Nú, já. Okkar fyrstu, sko. Nei, ég hef búin að vera í 20 ár. 20 ár? Verður eitthvað fjör hérna? Hvað erum við að fara að tala? Ég held að við vildi ekki virka vitlaus, við erum frá skjá einum. Prógram hér í dag, þið hafið handátt hér á bakvið ykkur og ég ætla að byrja á því að bjóða Hafliða Pétur Gíslason, prófessor og formann sjóðstjórnar Rannsóknarsjóðs til þess að koma hér og kynna úthlutunina. Gjörðu svo þetta fyrir. Áfram Hafliði. Maður er fullur, ég skil ekkert hvað hann að segja. Ég botna ekkert hvað hann að segja. Hann mætti halda að pappa hans að gefa hann í jakkan. Á hvaða blaðsíðu eru þið? Að þessu sinni bárust 290 umsóknir nýja verkefnisstyrki og rannsóknarstöðustyrki til sjóðsins. Hannes Jónsson og við sjáum að fjöldi umsókna í fagráðum fjórum er merkilega líkur. Hann er hæstur í félagsvísindum í Stumahefð, þetta eru stærstu sviðin. En við sjáum að fjöldi styrkja er mjög sambærilegur. Þið sjáið að fagráðin sækja nokkuð mismunandi, verkfræði, tækni og raunvísindi, náttúruvísindi og umhverfisvísindi, 164 til 175 milljónir, eins og hér séðist. Nú Efnafóli. Þetta er eitthvað skemmtilegt, sko. Júrika, takt eitt kveikindi. Vilt þú líka? Menna, nóg til handa öllum. Fenguð þið eitthvað á sjónum, strákar? Fenguð þið eitthvað úr sjóð? Fékkst þú eitthvað úr sjóð? Nei, ok. Glæsilegt, glæsilegt. Fyrirgefðu Hannes, áður hún byrjar, þá þökkum við kærlega fyrir okkur að fengja að koma þennan fund. Við erum búin að læra helling. Nei, við vorum búin að sjá þetta áður. Við sjáumst til hamingju með sjóðinn, þið sem hafa unnið. Þetta var svolítið erfitt, svolítið kjánalegt. Þetta var svona hálfgerð truflun, en þetta er samt nýr dagskrárliður hjá okkur sem heitir Blaðamannafundurinn. Ég ætla að vona að við fáum að fara allavega einn enn áður en okkur. Það verður bannað að koma svona fundi. Þetta var fínt. Já, þeir hann samt mátt bjóða upp á kaffi og kleinur. Það hefur nú ekki drepið á. Nei. En annars bara mjög góður fundur. Sjáumst. Átti þetta ekki örugglega verið í dag? Ég hélt það, sko. Það er bara slöpp mæting. Ótrúlega gaman með símanum. Kvöldgóðu gestur og verið hjartanlega velkomin í íþróttamót 70 mínútna. Við strákarnir erum staddir í Baldurshaga. Þú ert ekki hérna á 70-sölum? Jú. Nei? Jú. Ég er að segja það. Ég er 1,69. Ég er 1,70. Ég er 1,69. Já, startu hérna undir aðeins. En allavega þá erum við að fara að keppa í hástökki. Og eins og við sjáum hérna þá erum við komnir með dínu og tvær stangir og hérna svona rá. Og við ætlum að byrja í 90 centimetrum. 90 centimetrum. Það er svona fyrsta hæðin. Já, þú getur að byrja rólega. Já, byrja rólega og svona. Hita aðeins upp? Já, við ætlum aðeins að hita okkur upp og síðan vindum við okkur í keppnina. Steffi, ég er í buxum af þér? Já, meira þetta. Jæja, það er búið að mæla þetta. Þetta eru 90 centimetrar og ég á að byrja, svo Sveppi og svo Pétur. Ég veit ekki hvort að ég hoppa upp á vinstri eða hægri. Þú verður bara að finna það sjálfur. Byrjaðu það. Á vinstri. Ég ætla að stokka vinstri. Ok. Já, hann flaug yfir. Þetta var létt. Sveppi. Ok. Yfir með þig. Já!
vaknaði þetta alveg eitthvað slappa. Já, nú förum við í meter. Flaug yfir. Áfættaði. Já. Ég þarf að laga tæknin á. Þetta var tæk. Ég gleymdi annar löppinni, sko. Þú hoppaði 1:20. Þetta er margir. Já, Öddi flaug yfir 1:20. Já, kom með mér. Hvað ætlar hún að gera? Þetta er við öll. Þetta er við öll. Þú ert næst að fara að stökkva hæð þína. Jesús, getur það? Ég fann að sénsið, ekki? Það kann ekki að hoppa. Þú þarft að hoppa yfir, þú ekki að hlaupa á þetta. Já, ok. Þú sagðir annan séns, eða ekki? Jú. Annan séns, já. Ég var bara að prófa núna, sko. Slaki á. Koma! Svona, já. Hvað er það? Ertu snar? Bæjur? Hvað er algjörna? Þú ert dottinn út. Þú ert dottinn út. Já, þetta er ekki grín, hann kann ekki að hoppa. Pétur, kanntu ekki að hoppa? Jú, ég bara... Það er að hoppa, ok. Ég er að sjá einu sína. En er ekki verið trampólín undir eða eitthvað svona til að lifta mann aðeins? Ekki liftir upp. Já, ég meina ég hoppaði alveg upp á dýnuna. Það hoppaði bara yfir þetta. Ætlar að gefast upp það? Síðasti séns. Þú færð þeirra áksensa. Ég er svona. Þú ert úr leik. Er það búið núna? Já. Einu sinni? Nei. Þú ert dottinn út. Já, þetta var 1:23 örugglega, sko. Ég ræði 1:22, sko. Endur það? Já. Sveppi, hvað er það ekkert í? 1:30? Jæja, við Sveppinum bara 2 eftir. Þetta er komið í 1:27 og nú erum við pínu stressaðir. Ég held að þetta gæti. Já, ég var að viðurkenna það, ef að þessi keppni okkar hérna væri á lengjunni, það væri gaman að sjá hver stöðullinn væri á Pétri ef hann myndi vinna. Það væri svona 10. Já. Heyrðu, hvað? Jæja, þú ert dómari hérna. Ég er nokkuð vissum að ég get meika þessa hæð, sko. Já, ok, við sjáum til. Já! Rétt Sveppi, maður. Já! Ég fæ séns. Já. Þetta er aðeins hærra heldur en að ég klikka á. Ég var í 1:22 og þú veist. Þú getur ekki sagt að þú hefði verið tæpur í 1:22, sko. Jú, Ertu, þú hljóst á þetta? Þetta var 1:23, skiljið. Koma Sveppi! Hvað ætlar hann að gera? Þetta er ekki að koma. Það var tæft, maður. Ertu úti? Játar við sigur hann? Ég fekk 3 sensa. Á Sveppi ekki að fá það sama? Jú. Já. Síðasti? Já. Sveppi fær líka 3 sensa. Hvað ætlar hann að gera? Þetta er keppnisskapið, Pétur! Yes! Á ég ekki að reyna þennan? Þú mátt reyna 1:30. 1:30? Já, nú vindum við okkur í 1:30. Í fyrstu tilraun, maður. Sjáu þið þetta? Nei! Já, þetta maður, naskur, maður! Sjáuð, 1:30 og hvað? Hvað er það að setja þetta núna? 1:35? Já! Koma að, þú ert alltaf að fara yfir með þrennum.
Stóðstu samt vel. Stóð mig vel, sko. Jæja, ég er dottin úr keppni, komst ekki yfir 1:40. En Auðun Blöndal, hann heldur áfram, enda fiskal snild þessi maður. Hann ætlar að reyna við sigurstökkið sem er 1:45. Maður sér bara að þetta gengur ekki. Nei, ég er mjög ánægður með minn sigur og ég ætla bara að hætta. Takk hérlega. Stóðst eins og hetja. Pétur, þú stóðst þig vel líka. Já, ég kom sterkur inn. Já, ég stóð mig vel. Á þínum mælikvarða, sko? Já, ég menna stöngin var orðin hærri en ég bara við fyrsta tækifæri. Já, reyndar. En þetta var íþróttamót 70 mínútna í hástökki. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Hvað er kampaðinni hérna? Góðan daginn. Ég er hér frá Votta Jehóva að selja geisladiska. Já, nei takk. Alls ekki? Nei takk. Má ekki bara Nei takk. örskamma stund? Ég er hér frá Votta Jehóva að selja geisladiska. Já. Íslenskir geisladiskar. Já. 1000 krónur vegna þess að þeir eru örlítið notaðir, ekki mikið. Já. En þetta er bara svona til styrtar. Já, ég held ekki takk. Ekki svoleiðis? Ekki takk, nei. Þú hlustar ekki á tónlist? Voðalega lítið. Það má ekki bjóða þér 5 mínútur á boðskap eða gera snilldar maður. Nei, þakka þér fyrir. Alls ekki. Ef ég segi nei, þá gerðu nei. Þakka þér kærlega fyrir. En má ég ekki... Þakka þér. 2 mínútur Nei. af bara... Nei. Ekki einu sinni spurja þig hvort þú trúir á Guð? Ég ræði þetta ekki við þig. Þú trúir ekki á Guð? Jú, bara í hjartanum mínu. Já, þekkir hans boðskap? Já. Já. Ég til dæmis vaknaði til lífsins. Já. Með að sjá hann og það er ekki nema 2 ár síðan. Já. Má ég ekki örlítið? Vertu blessaður. Ekki einu sinni 1 mínútu af tilgangi jarðar. Hvað er næsta hús? Því talar eins og kjáni ef þú vilt ekki heyra. Trúir ekki á Guð? En þú sem sagt trúir ekki á uppsprettu lífs Guðs? Jú, bara í hjartanum mínu. Í hjartanum? Hlustar ekki á fyrirgefðu? Má ég ekki 1 mínútu af boðskap Guðs? Nei, veistu það, ég er búinn að... Á ekki einu sinni... Þá má ekki bjóða þér að... Ég er að safna vildarmönnum. Ég tek niður nöfn og bankanúmer og við leggjum inn á fólk að því að það er árlega Votta Jehóva. Já, ég ætla bara eitt í viðbót. Við erum hérna á Votta Jehóva erum með vildarmenn og við tökum niður nöfn, kennitölur og bankanúmer og við erum svo með árlegt Votta Jehóva lotteri. Ekki gera þetta, vinnum minn. Má ekki sem taka niður nafn og ekki, það má ekki það má ekki bara 1 mínúta á boðskapi Guðs og tilgangi lífs. Alls ekki. En það má ekki bjóða þér 1 mínúta á boðskap, tilgangi lífsins og tilgangi Guðs. Ég er hér frá Votta Jehóva að selja geisladiska. Já, nei takk. Alls ekki? Alls ekki, takk. Ég sé að það stendur hér velkominn, ég vona svo sannarlega að ég sé velkominn. Ég er hér frá Votta Jehóva að selja geisladiska og er með boðskap. Já, ég hef engan áhuga á því, því miður. Engan áhuga á því? Ekki nokkuð einasta. Það má ekki bjóða þér að gera vildarmenn. Takk fyrir, ég er búinn að svara þér. Ég sagði nei takk, gjörðu svo vel. Þú átt ekki 1 mínútu. Þú stígur ekki inn í hérna þröskuldum. Þú má ekki bjóða 1 mínútu á boðskapi Guðs. Nei. Því talar þú svona? Heyrðu, þú ert með dónaskap hérna góðan minn. Nei, ég sagði nei takk, kurteislega og ég vil ekki hafa... Ekki einu sinni, Ég er kristinna trúar, takk fyrir. Þú þarft ekki að tróða neinu upp á mig. Gjörðu svo bara að drífa þig. En trúir á Guð? Já, ég ger það. Trúir á Guð? Það er kannski sumir, þú væntanlega gengi gegnum erfiðleika eins og aðrir og þarft kannski að komast niður á jörðina. Ég er á jörðinni. Þú ert á jörðinni? Já. Og þú hefur þinn Guð í því, er það ekki? Ég hef bara, það er algjörlega mitt mál og því að Guð er ekki. Ég er frá Votta Jehóva með smá boðskap. Þú
Þú hefur ekki 5 mínútur í það? Nei, því miður ekki eins og er. Ekki? Ekki núna. Fyrst þú ert með veislu, ég get ekki tekið þátt? Nei, þakkaði fyrir. Alls ekki? Alls ekki. En... Þakkaði samt fyrir. Já, en það má ekki bjóða að gerast vildarmaður. Nei, takk. Við nefnilega, við erum með hérna árlegt lotteri hjá Vottari í Hófa. Nei, ég hef ekki áhuga á því. Þakkaði kærlega fyrir. Alls engan? Alls engan. En ég má ekki koma inn á lítið og ég get bara setið með ykkur og snætt með ykkur. Má ekki, fyrirgefðu. Hvað er að þér? Má ekki bara koma inn? Svarið er nei. Nei, komdu bara. Þetta er smá sprell. Þú heldur ekki þannig út, ég skildi ekki til. Nei, ungum maður fyrir ég, fyrir náttúrulega ekki að votta í Hófum. Nei, og vildarmenn og bankanúmer, það fannst mér alveg. Helvíti gott. Komið sæl og velkomin í Eldsnöggt með Jóafell. Eins og alltaf þá ætlum við að gera eitthvað snöggt, fljótlegt og þægilegt, en við fjölskyldan byrjuðum á að kíkja niður í Hagkaup, þar sem við veslum alltaf og þar sem er best að vesla, sem að Íslendingum finnst skemmtilegast að vesla. Við skulum sjá hvernig það gekk og svo vindum okkur í einhvern snöggan brauðrétt. Já, það er gaman að vesla í Hagkaup en við skulum vinda okkur í réttinn. Þetta er eitthvað eldsnöggt og við byrjum á brauðinu. Hver er þetta á pokanum? Ég veit. Herðu, snittur frá Jóafell að sjálfsögðu. Þetta er enga stund, maður bútar þetta niður. Jæja, þá á maður að vera búinn að skera þetta niður. Þetta er eitthvað sem allir geta gert, maður enga stund að skera niður brauð. Fyrsta sem við byrjum á er síldin. Besta síldin fæst að sjálfsögðu í Hagkaup. Hvernig gengur? Þetta gengur ágætlega, ástu mín. Þú verður að hafa þetta svona snirtilegt. Já, má sjá. Já. Síldina hérna á. Þú verður að raða þessu svona. Maður þarf að fara að valega með matinn því að konan er ólétt. Bara svona dassa af þessu, við erum enga stund af þessu. Við verðum frammi. Þið verðið frammi, ástu mín, ég fer að koma með þetta. Ok. Nei, ekki í sjónvarpinu, nei, ég segir svona. Herðu, laxeldi síldin er rjóminn. Fínt að hrista aðeins rjómann. Svo er bara að frauðu frá. En maður er enga stund að þessu eins og þið sjáuð. Hvað er ég búinn að vera? 2 mínútur. Svo er það tyggjó. Tyggjóð er bara svona sko, aðeins til að gefa þessu smá flavor, svona aðeins. Setjum það svona ofan á.
fljótlegt, þægilegt og einfalt, svo fer maður með þetta fram handa fjölskyldunni og þetta er eitthvað sem hægt er að gera í öllum partíum, það er sama hvað það er, innflutningspartí, afmæli, þið bara, you name it eins og maður segir. Förum þetta fram. Jæja, er það orðin svöng? Já, við erum orðin rosalega svöng. Já, ég er hérna með handtekur einn eldstakar. Svakalega lítur þetta vel út. Svona strákur, fáðu þér. Sjáðu þér strákinn, hann er ekki með 7 ára gamall. Hann er alveg að vera eins og pappi sinn. Já, hann tekur, þetta er hann Jói Field Jr. og hann tekur við bakaríður eftir nokkur ár. Þetta er gott. Já, passið ykkur svo að tyggjóni í rókinn. Allavega þetta var eitthvað eldsnögt, þægilegt og gott, þetta er eitthvað sem allir geta gert, ég þakka fyrir mig. Við þökkum fyrir okkur og sinni, sjáumst eftir viku. En herðu, ætlum við ekki að hringja á Katholt? Jú, hringjum í Katholt. Það er hérna andæknumannum okkar er að skella. Við erum nefnilega með eitt brjálaðan kött hérna í stúdíónu. Er það rétt hjá mér? Kissi! Meður. Hann er með tyggjó, köttur með tyggjó. Köttur með tyggjó! Og hvað á ég að gera? Þú átt að vera brjálaður köttur. Já. Má ég heyra það? Ég verð að vera lengra frá. Þú maður hringja í Katholt. Segðast að vera með brjálaðan kött. Aðtóðu hvort að þau séu tilbúin til að tala við okkur. Hvað er klukkan á Íslandi í dag? Jú, hún er rétt yfir 9. Vertu með 2 kett. Ok. 2 kett. Þeir eru að slást. Já, þeir eru að slást. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, Katholt, góðan dag. Já, góðan daginn. Er það Katholt? Já. Heyrðu, Gunnar heiti ég. Já. Ég er hérna með 2 ketti sem Já. ég er með heima. Já. Og þannig er mál með vexti að ég held að það sé eitthvað hlaupið í þá. Hlaupið í þá? Já, þeir eru búin að spangóla bara í alla nótt, sko. Já, er þetta læður? Þetta læður, já. Báðar? Sækið það þetta! Halló? Já, þetta eru 2 læður. Já, og hvað eru þær gamlar? Ég veit ekki hvað þær eru gamlar, en þær eru í kringum kannski 1 ás. Já, ertu ekkert búin að láta gera fyrir þær? Ég gera fyrir þær eins og... Taka þær á sambandið eitthvað? Hættu þessu! Gunnar! Ég er ekki búin að láta taka þær á sambandið. Þannig mál með vexti, ég asnaðist þess að þurfa að sitja eftir með þessa ketti þegar að háöldruð amma mín dó og hún var með þá, sko. Já, en þú verður bara að taka á þessu og láta taka þær á sambandið að fá pillu fyrir þær eða eitthvað. Snúlla, þú verður tekin úr sambandi! Hvernig ger ég það? Á ég að gera það bara sjálf? Hvað meinuðu? Ég tek hann bara úr sambandi núna þá. Getur ekki listi fyrir mig hvernig ég á að gera það? En nú er ég búin að gefast upp! Hvernig viltu loka? Ekki bara að koma með þá hingað? Koma með þá? Ég fer ekki að hleypa... Ég er að gefast upp á þessum köttum! Ég fer ekki að hleypa þeim inn í bíl, sko, þeir eru eftir að naga allt sæti. En viltu ég koma þeim á heimili fyrir þig? Koma á heimili? Já, bara svona... Við hvernig ertu að tala? Ég er að tala við Katholt, Gunnar! Sko, málið það, þeir eru búin að vera svona í alla nótt. Já. Get ég tekið þá úr sambandi sjálf? Getur þú? Já. Hvernig dettur það hér? Nei, ég meina, sko, maðurinn minn hefur verið að skjóta fugla og hefur snúið þá úr háls alveg en ég get látið hann gera þetta.